og það gerir 6,30 í meðalengun. Og þá hún komin inn á gólfið, hún Elín Ósk Óskarsdóttir, hún situr Brák frá Lækjarbrekku 2, 14 vetra brúna. Brák undan Glæsi frá Lækjarbrekku 2 og Baun frá Kúskerpi. Elín keppir fyrir hestvit Lækjarbrekku og þú gefur okkur greinlegt merki þegar þú hefur þína sýningu og gjörðu svo vel. Og Lilja Rún ætlar að vera tilbúin. Þá komin til okkar hún Elín Ósk og hún ætlar að sýna okkur opinn sniðgang á tölti, taumugefin á brokki, krossgang á féti og svo frjálsa æfingu á skeiði og það sem sagt skeið ská yfir völlin. Hérna byrjar hún að opnum til hægri. Mér fannst þetta bara að vera nokkuð góð æfing hérna. Já. Góð mýkt, góð flæði í þetta, fínt snið. Sammála því. Kveld hross og bara gott jafnvægi í þessu. Kemur örlítið meiri sveigja hálsinu upp á þessa hendi. Já, og örlítið minna í skrokknum á móti. Já. Þessi var örlítið sigri svona með við hinn. Já. Kemur svona býsna fínt hægt tölt. Gerir það bara vel, góður hraði. Fín stökkskipting. Hún með stökk á... Nei, hún ekki með stökk á hringnum. Nei, hún væntanlega bara að sýna jafnvægi stökki og það eitthvað kannski sem átti líka að hafa í huga sem ekki búin að nefna svona ef þú ríður góða æfingar af hverju sem ágjöf gangtegundum þá getur það virka til hækkunar á gangtegundaengunni það hefur sýnir mjög gott jafnvægi og einmitt góða útfærslur á gangtegundum þá til dæmis sýnir með mjög góðan hring á stökki sem hún sýnir hér þá sé ekki æfingu tilræki þar á leiðin inn þá getur það virka til hækkunar á gangtegundum. Síðan fyrir hún í krossgang á feti. Sko, sem ég sé hér strax grípaðan sögða mér að hesturinn eiginlega stiltur í þeirri átt sem hann gengur til. Hennar að vera stiltur í hinn áttina frá þeirri átt sem hann gengur til. Það svona aftur á móti fínn hlíðagangur og svona í þessu gekk nokkuð vel og kemur upp í svona gott fet eftir það en sko ekki alveg rétt útfært hvað var á stillinguna. Þannig að þetta svona hálfgerð sambland, kannski jafnvel eitthvað svona hálfpass eða eitthvað svoleiðis þegar hesturinn stiltur í raun og við þeirri átt sem hann gengur til. Já. Já. Sjáum hvað hann gerir hér. Akkúrat hérna svona sama vandamál, svona hlíðagangur í þessu og svona en einmitt hesturinn stiltur í ranga átt. Þannig að kannski smá misskilningu hjá knapanum bara eitthvað í stressinu í dag sem að ruglast en hérna Vantar örlítið leið og afturparturinn koma örlítið meira með að þá réttist hann aðeins upp þannig að mögulega það líka kannski bara það að vanta aðeins meiri stjórn á afturpartinum til að byrja með þá hann beinni en það verður ýmislegt, það getur oft mjög erfitt átt að sjá þessu með því að horfa á þetta stundum finnum maður þetta bara meira á baki en allavega já, það úrlega til fádrátt myndi ekki sko, en býsna góð stökkskipting hérna, ég finnst svona já, ok Þarna kom skeiðið yfir skálínu Já, og þetta frjálsæfing og alveg krefjandi fá stefnu í hestinn og gera þetta ándunings við vegg Já Þannig að held að heildífið tók svona fleka vel til að líka erfitt að taka niður sko í raun og vera að koma svona fröngri beygju og beint inn á skálinu og gera gangskiptingu. Já. Þannig að það er bara alveg krefjandi og flott henni og hún þorir sig í þetta og gera þetta vel. Aftur góð stökkskipting. Aftur. Já, já.
sem var nú kannski örlítið betri en svo getur það samt líka blætt auga hjá okkur að fyrri var frá okkur Akkúrat. og seinni að okkur. En allan að hann gekk vel hjá hann að halda stefnu og heldur gangtíðund og hann fer niður og hægir aftur vel á sér og þannig þetta var bara alveg flott hjá henni. Þetta krefjandi. Já, það kemur einmitt og þá sýnum við töfinga fram og niður sko akkúrat vil sýna að hesturinn sé þrátt fyrir skeið sýningar hans kraft þar áfram mjúkur og rólegur. Það var fínt. Sýninguna Fyrir skemmtilega. Elín Ósk og Brák og við fáum einkunnir fyrir þessa sýningu þeirra.